Velkomin aftur, hann sestur hjá mig Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR. Velkomin. Takk. Þú ert kosinn formaður í stærsta stéttarfélagi landsins með nokkrum yfirburum þeirra sem kusu, reyndar svona sögulega ekki mikið þáttaka í kosningum í VR. Á baki þess að gagnrýna mjög harkalega hvernig verkalýðsbaráttan hefur háð undanfarin misseri á Íslandi. Hvað er það sem drífur þig áfram að sækjast eftir svona stöðu og hvað er það svona í ástandinu í samfélaginu sem við verðum að laga að þínu mati? Það sem að drífa mig kannski áfram er, ég veit ekki, svona einhver réttlætiskennd. Ég þurfti reyndar að taka ákveðna, ég tók ákvörðun 2010 eitthvað svoleiðis. Þegar ég hafði verið að skrifa lífeyrissjóðana mjög svona gagnrýn á það kerfi og svona hvernig þeir starfa og spillingin þar inni. Að ég tók þá bara ákvörðun að þetta yrði þá bara þetta gæti hugsanlega haft áhrif á mína atvinnumöguleika í framtíðinni að vera að fara gegn kerfinu og þannig að það var bara ákvörðun sem ég þurfti að taka að gera þetta bara svona ákveðnu hugsjón og setja bara allt í þetta. Það endaði með 8 ára stjórnarsetu í VR að ég ákvað að staðinn fyrir að hætta var að taka formannsslaginn og einmitt leggja svolítið spilin á borðið, draga svolítið víglínu vegna þess að mér fannst þeir sem að undan mér höfðu verið ekki vera nógu, fara ekki í rauninni gegn því sem er að í okkur samfélagi. Vextirnir, verðtryggingin, aðkoma lífeyrissjóðanna af fjármálakerfinu, tenging verkalýðshreyfingarinnar við fjármálakerfið í gegnum lífeyrissjóðanna og rauninni getuleysi hreyfingarinnar að taka stöðu með fólkinu. Ég ætla að fá að lesa fyrir ummæli sem þú hafðir í fyrra sumar þegar ný skýrsla SÍ þróun skattbyrði launafólks kom út. Þá sagðirðu að kerfið og staðan sem við erum með í dag er afsprengi þess að launafólk er alið uppgjöf og aumingjaskap forystunnar og verður henni minnst fyrir það að komandi kynslóð þegar framleiðast undir. Þetta er svona kannski orðræða sem hefur ekki verið að heyrast mikið í verkalýðshreyfingunni, kannski fyrir utan Vilhjálm Birgisson á Akranesi á undanförnum árum. Og núna sér maður að þetta er kannski að verða svona stærra þegar sambærileg barátta er að eiga sér stað í næstasta stéttarfélaginu, Eflingu, og formannskosningar framundan þar. Er eitthvað svona, er stéttabaráttan í loftinu? Já, ég held að sko, eins og þú varst að vitna í þessu orð mín, ég hef ekki getað orðað þetta betur. Enda orðaði þetta svona. En þetta er alveg rétt að sko ef við tökum bara hrunið, við tökum baráttu fólksins fyrir úrlausn, að vera ekki skilið algjörlega eftir. Við sjáum borgarafundina, afsprengi grasrótarinnar, við sjáum mótmælinu á Austurvelli, stofnun hagsmunasamtaka heimilanna og fleiri grasrótarsamtaka. Alltaf var verkalýðshreyfingin á hliðarlínunni og dró sænginu fyrir haus þegar sótt var hvað harðast af okkar félögum og almenningi í landinu, eins og til dæmis varðandi lánamálin. Þar var forsetinn uppvís að því að beita sig gegn því að vísitalan er tekin tímabundið úr sambandi þegar hugmyndir voru upp það að reyna að hlífa heimilunum fyrir fyrirsjáanlegum skelli sem að hrun krónunnar myndi valda íslenskum heimilum. Og það er þetta er eitt af þeim mörgum málum sem að einhvern megin við svona sem að erum kannski að komast, erum í forsvari, eða ég í forsvari núna, hefur gagnrýnt mjög harkalega. Að í staðinn fyrir að taka stöðu með umbjóðendum sínum, að þá einhvern megin fannst ég við vera svikin og ég get aldrei fyrirgefið forystunni svikin við alþýðuna með svo margvíslegum hætti sem gerist hér eftir hrun og þetta er svona kannski staðan sem við erum upp með í dag út frá því. Ég fer áfram, sko ég býð mig fram sem formaður VR sem vantraust á forystu Alþýðusambandsins til dæmis sem að mér finnst vera í svona í bílstjórasætinu í þeirri stöðu sem að við erum þessar vantrausti á verkalýðshreyfingu sem við sitjum upp með. Og þetta er ekkert bara, þú veist, VR. Við erum að sjá þetta til dæmis í Eflingu og við erum búin að sjá þetta líka í kennarasambandinu. Þar hefur grasrótin stigið fram. Við sjáum formannsslaginn í KÍ, þar sem að nafnið mér Ragnar Þór vann yfirburðasigur og kemur einmitt úr grasrótinni sem er óánægð með sitt hlutskipti og líka sitt hlutskipti í þessu meinta góðæri sem á að vera tröllið í öllu hérna og fæstir virðast finna og sjá. Síðan félag grunnskólakennara, það sama. Þar er grasrótin að stíga fram og er að vinna yfirburðasigur
gagnvart svona ríkjandi öflum innan hreyfingarinnar. Og þetta að gerast hugsanlega í Eflingu líka, og ef það gerist þá erum við komin með allt annað landslag í verkalýðsbaráttu á Íslandi. Og við tökum, og hvað getum við gert? Tökum sem dæmi, ég meina, sjáðu Alþýðusambandið, 120.000 félagar tæplega, að sko, ef við horfum á félagsaðildana sem eru við 90% á Íslandi, að undir öllum venjulegum kringumstæðum þá ætti stjórnvöld ekki að voga sér að gera einhverja kerfisbreytingar á skattkerfi eða öðru sem að verður þess valdandi að launafólk ber minna á bítum. Það ætti ekki að voga sér að gera það vegna samtakamátturinn ætti að vera það sterkur að við ættum að hafa þessa óbóðslega sterkur rödd út í samfélagi. Við ættum að krefjast breytinga á fjármálakerfinu, auðvitað til lífeyrissjóðirnar að koma að uppbyggingu, samfélagslegri uppbyggingu eins og til dæmis varðandi húsnæði. En samt erum við alltaf að ýta undir þessa sjóðsvæðingu sem að telur eðlilegt að fjárfesta í sílikonverksmiðju suður með sjó sem að síðan tapar fleiri milljörðum eða sílikonverkefni á Grundartanga sem heitir Silicon Material og þar fóru held ég 3 milljarðar og ekki skópla niður í jörðina. Fólk orðið þreytt á þessu. Fólk vill fá meira að borðinu og þessi sjóðir líka vinni fyrir okkur fólkið. Nú eru lífeyrisiðgjöldin að fara í 15,5% af launaveltu allra á Íslandi í júní og það mun þýða að innstreymi vegna iðgjalda mun nálgast eða fara yfir 200 milljarða á ári. Þannig að nálgun þín fyrst og síðast að lífeyrissjóðirnir séu að beita sem með meira samfélagslegum hætti en minna með auga eins og þeir hafa verið kannski með á undanförnum árum og áratugum á það að vera einhvern veginn svona gerendur á fjármálamarkaði. Að sjálfsögðu. Við getum tapað okkur í umræðinu yfir hinn og þessu, oft algjörum aukaatriðum á meðan framamenn í viðskiptalífinu eru að taka snúninga á íslensku lífeyrissjóðunum. Þetta eru sjóðir, eftirlaunasjóðir almennings og hvað sem að við höfum tapað hugsanlega 40-50 milljörðum á viðskiptum okkar við bakkavarabræður virðist vera algjört aukaatriði. En þegar við erum að tala um það að fá lífeyrissjóðina hugsanlega að uppbyggingu varðandi húsnæði og það er enginn að tala um að gefa peninga. Við erum eingöngu að tala um það að þeir komi að samfélagslegri uppbyggingu þannig að við njótum lífsgæða frá degi til dags ekki hugsanlega mjög ólíklega eftir að vinnuskyldu lýkur. Og þar liggur svolítið hundurinn grafinn að eins og ég var að benda á áðan þeir eru komið með innstreymi fjármagns sem er að detta í og yfir 200 milljarða á ári. 200 milljarða á ári. Þetta eru svakalega tölur. Lífeyrissjóðakerfið er að nálgast 3.800 milljarða múrinn eignarlega séð og við skulum ekki geta notað brot í slíka uppbyggingu er náttúrulega algjörlega galið. En lífeyrissjóðir fjárfesta til að mynda í hagnaðardrifnum leigufélögum. Já, það gerir ekkert fyrir stöðuna eins og hún er í dag annað en að halda fólki í einhvers konar skrústykki og það er það sem við erum með í fanginu í dag að sjóðirnir neita að koma á þessari uppbyggingu og hafa ekki verið viljuð til þess. Þarna þarf einfaldlega hugarfarsbreytingu. Þetta er allstaðar annar staðar sem við þekkjum og lítum í kringum okkur, hvað sem að sé, tökum bara nærumhverfið, Evrópa, að þar eru lífeyrissjóðir að fjárfesta í slíkum verkefnum og þeir koma að slíkum verkefnum með hófsömum hætti, með svona langtíma sjónarmið að leiðarljósi. Og það er þetta sem að skiptir máli og við erum að tala um smáira í stóru myndinni. En nú eru skjólstæðingar þínir, félagsmenn í VR, kannski öðruvísi samansettur hópur en til dæmis þeir sem eru í Eflingu. Það eru meira af láglaunafólk sem eru á láglaunataxta sem eru í Eflingu. Ég leyfi mér að fullyrða að séu færri sem eru á eignamarkaði sem eru félagsmenn í Eflingu en eru inn á VR. Rýma þessi hópar alveg saman? Eru hagsmunir eða eru sömu? Hagsmunir okkar allra eru þeir sömu að vissu leyti og þetta er mjög góð punktur hjá þér vegna þess að í mínu félagi þá erum við með afgreiðslufólk á kassa, við erum með háskólamennta skrifstofufólk, við erum með rauninni alla flóruna og mín áskorun er svo að reyna að búa til súpuna sem að allir geta borðað og þetta er eins og að reyna að elda mat fyrir vegan og kjötætu og reyna að finna rétt og það finnst honum engin góður. En í grunninn þá höfum við öll sömu svona hagsmunina. Ég get verið í góðri stöðu, velaunaðri stöðu og það er oft stutt á milli hláturs og gráturs í lífinu. Ég er alvarlegum veikindum frá því að verða öryrki. Ég er 3 launaseðlum frá því að missa
íbúðuna eða leiguhúsnæði vegna þess að það er þetta sem við þurfum líka svolítið að hugsa að það er verkefni okkar allra í verkalýðshreyfingunni að þétta öryggisnetið sem grípur okkur ef eitthvað kemur upp á. Þá erum við að tala lægstu taxtana, við erum að tala heilbrigðiskerfið og grunnþjónustunni eins og leggur sig. Og þetta hafa svo margir lent í sárri reynslu sem að hafa kannski ekki gefið þessum hlutum gaum, hafa haft það gott en ekki verið kannski að spá mikið í því hvernig kerfið þegar eitthvað kemur upp á, en þurfa svo að gera það þegar að eitthvað gerist. Og þannig að hlutverk okkar allra að þétta öryggisnetið, hækka lægstu launin vegna þess að það mun hífa okkur öll upp á endanum. Það mun gera það og það mun gera mikið fyrir fyrirtækin ef fólk nær endum saman, ef fólk getur verið virkur að sjálfsögðu og það eykur skatttekjur, það eykur líka þessa velsæld, fólk hamingjusamara og ánægðara og við verðum einfaldlega bara miklu betra samfélag. Ef við höldum áfram þessari misskiptingu sem hefur verið að aukast alveg gríðarlega, þá það bara einn samfélagsmynd sem að hugnast mér ekki. Ragnar Þór Ingólfsson, takk kærlega fyrir komin í Gjarnan. Við verðum aftur á vikuliðinni.